Þann 1. október síðastliðinn voru 41 ár síðan samtökin SÁÁ voru stofnuð. Síðan þá hafa 25.000 einstaklingar komið í meðferð hjá þeim, eða 2.200 manns á hverju ári. Það því sorglegt að segja frá því að af þessum 2.200 innlögnum greiðir ríkið einungis fyrir 1.530 manns ár hvert. Samtökin því rekin af styrkjum frá almenningi til þess að standa undir kostnaði. Undanfarnar vikur hefur fíknisjúkdómurinn verið mikið í umræðinu í samfélaginu okkar og hefur átt sér stað ákveðin vitundavakning meðal almennings. Nýlega greindi Þórarinn Tyrfingsson, fyrrverandi formaður SÁÁ og yfirlæknir á Vogi frá því að örvandi vímuefnafíkn sé alvarlegasti heila- og geðsjúkdómurinn á Íslandi. Sá hópur sem í hvað mestri áhættu eru ungi karlmenn en á síðustu 20 árum hafa 2.851 karlmenn á aldrinum 18–39 ára greinst með örvandi vímuefnafíkn. Af þeim voru 121 látnir í lok ársins 2017. Fíknisjúkdómurinn getur lagst á hvern sem og hefur áhrif á alla fjölskyldumeðlimi. Við í DV sjónvarp ræddum við Reyni Bergmann, einn þekktasta snappara landsins, sem hefur háð baráttu við fíkniefni frá unglingsaldri. Við ræddum við hann það hvernig þessi alvarlegi sjúkdómur hefur haft áhrif á hans líf. Ég ætlaði alls ekkert að enda sem eiturlega fíkill, sko. Ég ætlaði bara að vera, ég á með svona plönum að vera í rauninni bara brjálaði fótboltamaður, sko. Þegar ég var alst upp þá var Ásgeir Sigurðsson kallinn, sko. Já. Mér langaði bara að vera þannig. En ég gerði þessa vitleysu að prófa einu sinni. Og það var ekki úr neinum plönum sem ég var búinn að setja mér í framtíðarplönum minn öll bara fóru, sko. Já, hvað varstu gamall þegar að þú? Ég var rauninni 13 ára þegar ég prófaði fyrst áfengi. Þá var ég 13 ára og þá var þetta svona, þá var líf mitt, bara svona unglingur að prófa eitthvað en síðan 99 þá gjörbreyttist líf mitt, þá prófaði ég kókaín í fyrsta sinn. Áramótin 98, 99. Við vorum 4 strákar saman, keyptum okkur 1 gramm, sko. Já. Og eftir það þá hef ég bara ekki litið við neinn öðru, aldrei prófað bara neitt annað. Og þú fannst bara þitt efni? Já, þetta bara, ég bara dýrkaði þetta. Hvað var til þess að þau prófuðu þetta? Ég veit að ég hef búinn að alast upp, ég hef búinn að prófa allt annað á þessum árum, ég fann mig aldrei í neinu. Ég byrjaði að prófa að drekka það, svo fór ég að reykti kannabisefni eða hass. Það var mjög lítið gras á þeim tíma, það var bara alltaf til, sko. Já. Og ég prófaði sýrur og var búinn að gera þetta allt, sko, amfetamín og tók landan og amfetamín á bakpokan og fyllir í sjoppunni og þetta var ekkert sem mér fannst þetta ekkert spes, sko. Já. Mér fannst þetta eitthvað bara ömurlegt, sko. Ég vildi frekar bara fara að selja eiturlyf, græða peninga. Já. Og var ekkert í einhverju svona heavy neysla á þessum tíma þannig, jú, fekk mér allar helgar og eitthvað en 98, 99 þá kom bara svona annar partur, þá bara dó ég, litli saklausi góð ég, bara dó einhvern veginn við að prófa kókaín í fyrsta sinn. Já, og það var bara ekkert aftur snúið? Nei, og það var ekkert aftur snúið, nei, bara alls ekki, sko. Nei. En hvað varstu þá í virkri neyslu í einhvern ákveðin tíma? Nei, ég var það ekki, sko. Þetta var svona, helgamunstur, eitthvað, fikta, svo ekki einhvern tíma. Ég fann mig einhvern veginn, ég man þegar ég drakk fyrst, það var bara svona, geðveikt. Já. Kyssti einhverjar stelpur og var fyndinn og fullur og vinsæll í kallinn, sko. Já. Og síðan dó áhuginn á þessu bara strax. Ég var svona, þetta ekkert spes. Og þá prófaði maður epilur og þetta tungltímabil og lauma sér þangað inn og þetta var einhvern veginn ekkert sem ég fílaði. Nei. Þetta var gaman að prófa þetta áhrifagjarn mjög. Maður þyrfti alltaf að vera vinsællistrákurinn og vera, gera svo hinni, sko. Já. Til þess að fá viðurkenninguna. Já. Og já, og svo bara einhvern veginn, áramótin 98, 99, þá bara hvarf ég. Já. Þá fann ég bara eitthvað efni sem tók mig og pakkaði mig saman
traðkaði á mér og ég hlýddi bara. Já, en fannstu þá mun, skilja, fannstu það sjálfur? Já, ég fann bara, þú veist, ekki fyrsta sinn, þú veist, þetta, samt eftir fyrsta skipti þá hugsaði ég bara, vá, mér langar að gera þetta aftur. Já. Þetta var geðveikt. Já. Og þetta var það alveg, þú veist, fyrstu sinn var þetta alveg, þú veist, ég fór upp í, þú veist, 2 metra, það var alveg breiður og var kalt sko, fyrstu sinn, en þetta var skemmtilegt, skilur. Svo fór þetta að vera semi-skemmtilegt með svolítið af vandamálum sko. Já. En í lokin var þetta, þú veist, bara vandamál sko. Já. Þú veist, mér finnst það svolítið góð lýsing á þessu sko. Já, en þú ólst upp bara við, bara eðlilegt heimilislíf og... Já, ég átti sko æðislega mamma og pappa. Já. Pabbi fekk sér aðeins skilur og svo bara á okkur aldrei hugsaði hann bara ég hættur að drekka og hann bara hefur ekki drukkið síðan. Já. Það veist, jú, ég átti frábæra mamma og pappa og ég hafði með allar þessar tilkynningar skildur sko. Já. Þú veist, reynið, þú ringir, þá kemur ekki klukkan 7, þá lætur okkur vita. Það veist, þá var náttúrulega engin GSM síma skilur, bara að ringja frá vinum sko. Og veist, það er ekki að kvarta neitt yfir uppbyldun á mér. Nei. Kannski fekk ég frekar of mikið frekar en hitt sko. Og þú veist, ég fekk ekkert að gisti á hverju sem sko, það var bara ekki þannig sko. En þannig að þú veist, þetta eitthvað sem bara, þú veist? Já, þú veist, systkini mín ekki alkohólistar og veist, þetta ekki nálægt mér sko. Nei. En ég enda svo bara sem einhver hefji eiturlega fíkill. Já. Eiturlega aldrei komið nálægt heimilinu mínu sko. Nei. Og þú veist, allt svona, þú skalt mæta íþróttir og þú veist, þú fyrir út að leika til skóla, þú veist, það var ekkert eitthvað innihás eitthvað að draga mig niður eitthvað að horfa á YouTube myndbanda eitthvað svona glansmyndum sko. Já. Það er bara 100% líf sko. Já. Svo er ég eitthvað bara, svo bara lendi ég í þessu. Já. Af hverju ekki einhver annar í sirkunahófnum. Maður vil sér ekki sjúkdóma? Nei, ég er að segja það sko. Og ég, sko, það sem bjargar mér er það að ég tekur þessu svo létt, sko. Ég er ekkert að berja mig niður fyrir þetta. Nei. Þú veist, ég er búinn að segja, þú veist, ég er meitt stærsta Snapchat á Íslandi og allir vita bara að ég sé óvirkur fíkill, skilur. Já. En það náttúrulega þýðir ekkert, skilur, að berja þessu niður fyrir þetta. Þetta er náttúrulega bara þinn sjúkdómur sem þú náttúrulega bara... Já, þú veist, maður á ekki að skamma sín ef maður er með hvítblaði eða, þú veist, einfættur eða eitthvað, skilur. Þú ert bara þannig. Þetta er bara þitt og þú ert að vinna í þessu og... Já, það hjálpa mér líka mikið að fá að hjálpa öðrum, skil. Já. Nú eru skólarnir að byrja, ég held að ég er búinn að senda, þú veist, fullt af skólastöðum búinn að tala við mig og eins nemandar bara eitthvað, getur þú sett eitt svona slingó að vera ekki í dópi? Já. Þú veist, við ætlum að fá að spila þetta í skólanum mínum. Já. Þú veist, þetta gefa mér rosalega mikið og þetta hjálpa mér fullt, sko. En það er, ég menn eins og segir, með 20.000 mann sem er að fylgjast með þér og hellingur sem kemur inn í kjölfarið á sögunni, þannig að væntanlega er þetta hellingsforvarnavinna sem þú hefur unnið, þú veist, í gegnum þetta. Já, og ég veit það líka, sko, að hjálpa öðrum gefa mér helling, sko, en ég veit að ef ég segi við krakka í skólum í Eskifirði, þetta er einu snappari en að ekki reykja hass. Já. Þú veist, og það er ekkert allir skólinn að fara að vera edrú, sko. Nei. Bara alls ekki. Sumir hugsa kannski, hei, fokk, við langum að reykja hass, maður. Þú veist, það er alveg mjög eðlilegt, sko. Já. Fullt að liða hugsa þannig, sko. Eins og varst að segja mér sem stelpu, sko. Bara ég snappar rautt hass, maður. Við langum að reykja hass. Já. Þú veist, þetta er svo misíkvöndum tökum og svo aðrir verða bara hræddir. Já. Þú veist, ég man, þegar kom einhver svona maritafræðsla, ég var í Hólabrekkuskóla. Þá kom einhver hefi dópisti, búinn að vera, veistu, alla með hendur að hann búinn að sprauta sig, sko, og var að tala áhrif amfetamíns. Já. Þú veist, ég hugsaði ekkert hann þegar ég var að fá mér fyrst amfetamín með bakbókun og landan. Hey, shit, junkan sem kom upp í skóla, maður. Já. Ég verður örugglega eins og hann. Þú veist, ég spáði ekki í því, sko. Nei. Það bara einhvern veginn bara fór. En þú veist, foreldraðinir og svona fólk í kringu, tóku þau eftir breytingum og... Já, þú veist, mamma mér sér strax eða er eitthvað fallferli eða... Já. Þú veist, ég reyni alltaf, þú veist, ég hef farið í ógeðslega mikið af meðferðum og þar með alveg voða oft, sko. Já. Og ég er bara þannig alkoholista, ef ég dett í það og tek fyllir í, þú veist, þá þarf ég bara að komast inn og loka á stofnun til þess að geta hægt, sko. Já. Þú veist, ég er ekkert, vakna ekkert bara, nú er ég bara hættur maður. Þú veist, ég þarf að komast einhvers þar inn, þar sem ég lokar inn að það bara trappa mig niður og ég get byrjað að hugsa rétt. Já. Þú veist, ég veit að ég kann ekkert margt, skilur. Ég er 37 ára, búinn að vera í heavy kókaínisli 19 ár, sko. Og ég er svona aðeins að reyna að bara læra á lífið, sko. Já. Þú veist, og það er alveg, þú veist, ég finn alveg fyrir að ég hafa verið í neyslu, sko. Já.
Þú veist, ég að hjálpa dætrum minnum í skólanum, skilur, 7. bekk, ég var í bullandi vandræðum með stærðfræðin, sko. Já. En samt kláraði ég skóla einhvern veginn, sildi ekki henni skólan, ég var bara með svo mikið, þú veist, mér leið bara svo illa í skóla. Já. Þú veist, skóladagana mér fór svolítið í að bara fungera, reyna að gangi í augun á hinum strákunum, gera prakkarstrygg, og svo ég er bara ekki undir, sko. Já. Það var svolítið svona mín æska, sko. Já, baráttunum að vera ekki... Já, að vera bara með. Já. Þú veist, baráttan bara að vera, þú veist, ekki bara einhver lúser, skilur. Þú veist, ég ætlaði bara mikið í skólanum og strákunum með ég þyrfti þess, skilur, til þess að ganga í augun á okkur, þá bara gerði ég það. Já. Þú veist, mér var alveg sama. Já. Þú veist, líf mitt er búið að vera svolítið svona, leita viðurkenningu. Þú veist, fá klapp á baki fyrir að vera brakkari. Já. Þú veist. Og veit ég hvað það er, skilur. Já. Þess vegna hef ég alltaf, þú veist, eiturlega sala. Þú veist, það var alveg spennandi. Já. Þú veist, þá komum fólk til mín, náður sér dóp, ég þurfti ekki að vera grænandi í þeim, sko. Já. Og þú veist, svo fylgir þessu alls konar viðbjóð, þú veist, maður brenglast kynferðislega á neyslu kókaíns og verður bara ógeðslegur, skilur. Já. Þú veist, allt sem er eðlilegt, óeðlilegt finnst mér eðlilegt. Já. Þú veist, já, þú veist, en finnur þú þá sérst með svona brenglaða hugsun, eða þú veist? Já, þú veist, ég veit alveg ég brenglaða hugsun, skilur, neða ég fæ mig þá bara fyrir að hugsa sjúkt, sko. Já. Það er bara svona sick ass hluti, sko, þess að fólk myndi bara kasta upp við, sko. Já. Þá er ég bara komin í einhvern annan heim, sko. Já. Ég er bara komin í minn sóla heim bara og fer að hugsa og fantasi einhverja hluti, skilur. Já. Nú ertu edrú, eða búin að vera edrú og hérna, hvenær var svona síðasta fall hjá þér? Þú veist, ég var edrú, þú veist, líf mitt er búið að vera, þú veist, meðferð, edrú í 2 ár, 3 ár, alltaf rosa tími. Já. Svo detti í það, byrja kannski að laumast. Já. Þú veist, og ég held ég sé alveg laumulegur og enginn viti neitt, sko. Já. En þú veist, þá vita foreldrarnir mínir og konan mín allt strax, sko. Já. Svo einhvern veginn springi í 2 mánuði, þá bara kemur fokkitið og allir búið að loka mig og ég hrein bara. Já. Síðasta fallið maður var eiginlega í síðasta haust, sko, svona alvöru fall, sko. Já, það sést fyrir árið síðan þá. Já, okay. Þú veist, þá var ég búinn að einmitt laumast, hélt að enginn vissi neitt. Ég reyndi að mæta í vinnu að halda andliti og svo fór bara allt í 2 mánuði. Já, og maður alltaf er í rauninni kannski að ljúga mest að sjálfum sér. Já, þú veist, maður alltaf bara að ljúga sjálfum sér, maður að reyna að halda einhver andliti, að mæta í vinnu og mæta illa og seint en mér langar samt að segja, það sem hefur bjargað mér í gegnum mitt líf er vinna. Ég hef alltaf unnið. Jaha. Já. Ná að halda vinnu þá alltaf gegnum allt og... Já, þú veist, í dag þakka ég bara vinnuveitendum minnum sem er bara og verkstjórum manna bara fyrir að gefa mér alltaf sénsinn, sko. Já. Af því að ég hef farið í meðferð og ég hef heyrt fólk, sko, í meðferðum hugsa bara, ok, ég ætla að komast á endurhæfingarlífeyri. Þá er ég vel sett, sko, bara í 6 mánuði hlúa bara að mér. Já. Þú veist, þetta er eitt fólki sem við fyrst á fyllir í, sko. Já. Ef ég tek þennan pakka var að vera heima, hlúa bara sjálfum mér í 6 mánuði upp í sófa, sko. Já. Þú veist, þá er ég bara farin að fyllir í. Já, maður þarf náttúrulega bara í rauninu að komast út í lífið. Já, nákvæmlega, þú veist, gefa á sér, borga skatt og skyldur, vera með, hitta fólkið, spjalla við strákan í vinnunni. Já. Það er þetta sem hjálpar mér mest. Það er hausinn á mér sem er alltaf vestur, sko. Já. Það er hann sem fæ mig að hugsa bara, nei, hann ætlaði að fá sér smá. Já. Hann er hrikalega duglegur. Já. En ef ég er að vinna, þá er ég ekki í þessum pælingum, sko. Já. Þú veist, þá þarf ég bara að díla á hausnum og þegar ég kemur það heim og góðum, skilur. Ekki allan daginn, sko. Já, já. En þetta er einmitt það sem hefur bjargað mér og ég er alltaf, þú veist, mér finnst svo sorglegt að fara í meðferð og sjá bara unga krakka, hugsa bara ef ég kæmist á endurhæfingarlífeyri í 2 ár. Bara þægilegu 200.000 á mánuði, geta bara verið í skóla og kannski bara ekkert í skóla, skilur. Eða sálfræðing og völklass, skilur. Já. Mér finnst þetta svo grátlegt, sko. Já. Og þá náttúrulega, og svo hvað ætlar að gera og kemur út í lífið, þá ertu allt í einu bara... Og svo eftir 2 ára, þú kannski aðeins breiður, skilur, þú veist, búin að vera 10 sálfræðitíma og þú ert að vera drullar að vinna. Þá var bara svo þægilegt að vera á þessum bótum. Já. Að það er svo erfitt að vera að vinna bara með 250.000. Já. Af því að það er svo marg sem hugsa bara, ég var 200.000 í bætur, 250 að vinna, þá er ég basically bara að vinna fyrir 50.000. Já. Sem er mjög rátt hugafar, sko. Algjörlega. En hérna, ef við fyrir maður aftur tilbaka, þú fóst úti í sölu og dreifingu og svona yfirslega þegar ekki? Já, jú, ég þú veist að vera kókaðinfíkill, sko, og svona
Þú veist, það var ofta grínast með að vinir mín að ég sé svona topp 3 veikustu kókaínfíkill á Íslandi, sko. Já. Af því að ég þú veist, þetta ógeðslega dýrt. Ég til dæmis tvisvar búinn að safna okkur, ég safnaði fyrir útborgun íbúð, sko. Já. Búinn að eiga nærri 5 milljónir inn á bankareikning, sko. Já. Og ætla að fara hjóli í eitthvað íbúðarkaupsferli þegar ég hef dottið í það, sko. Já. Og einu mánuði seinna á ekki krónu, sko. Já. Þetta er náttúrulega bara rándýrt. Já, þetta er dýrt og þú veist, ég er búinn að þurfa að bjarga mér á ýmislegan hátt, skilur. Ég er búinn að flytja inn haug af eitulöfum. Þú veist, ég er búinn að, þú veist, níðast á fólki til þess að fá peninga. Þú veist, ég er búinn að þurfa að vera að vingast við kvenfólk til þess að geta sent það til útlanda að sækja eitthvað og þú veist, og vera bara ógeðslegt ferli, sko. Já. En og þú sjálfur fórst eitthvað síðan í innflutning eða ekki? Jú. Ég bjó erlendis í 3 ár. Já, hvar bjóstu? Í Noregi, það var einmitt sko einlega til þess að hætta. Eftir eina meðferðina fekk ég hugmynd að fara til Noregs. Var edrú þar og gekk ótrúlega vel og var komin í toppvinnu, geggjuð laun á þeim tíma, sko. Og já, bara allt var aðeinslega. Búinn að safna fullt af pening, ætlaði að koma heim og kaupa mér íbúð og þá einmitt datt ég það í Noregi og var mjög erfitt að komast í kókaín þar, þannig ég fór að reykja uppsteypt kókaínrunni krakk. Já. Og var bara, ég brann út bara á mánuði þar og búinn að selja allar eigum mínar sem ég átt úti. Já. Og flutti heim og ákvað, ég veiktist í rauninni út í Noregi. Það er rauninni, ég lá á spítala í Stavanger, sjúkrahús. Það er rauninni vissi ekki hvað gerist. Ég hálfpartinn misti málið, gæti ekki tala, var svona skakkur, átti mjög erfitt með göngulag. Okay. Og mér skildist á læknum að þetta væri bara eitthvað ég man ekki hvað það var að kalla, út af bara krakkneyslu. Já, bara eitthvað í heilanum eitthvað. Eitthvað taugaboðskerfi eitthvað. Já. Kom síðan heim með talsvert magn af eiturlyfjum. Já. Og ætlaði svona þá að byrja edrúlíf, starta mér og ná mér í einhverja 20 milljóna og byrja nýtt líf. Og ég kom heim, datt í það og ég bjó upp í Grafarholt þeim tíma. Þá datt ég í það og bara datt út einhvern veginn. Ég man bara ég fór í sjúkrabíl upp á Taugadeild Landspítalans og var þar í 3 vikur. Okay. Og bara, þú veist, að þegar maður tala labba allur skakkur og En varstu þá var það fyllir í, sko. Já, en varstu þá var ég búinn að vera vakandi á kókaíni heima með mér einhverja daga, sko. Já, taugakerfið hefur bara... Það var bara hrundi allt, sko. Já. En hefurðu þá ekkert lent í því að taka ofstóran skammt, eða? Já, ég hef oft farið upp á Landspítala með einhverja hjartaflökt og óreglulega hjartslætti og þú veist, og alltaf kem ég út af spítalanum og hugsa bara að græt bara að segja Guð, þú veist, þú verið hættur. Já. Aldrei aftur. Já. Og allt er voða fínt og gengur allt voða vel í örfáa daga og henni veit af þá bara, heyrðu, það gengur geðveikt vel hjá þér. Þú ert ekki búinn að fá þér lengi. Þú getur fengið þér smá. Já. Og ég bara, reyna að rífast í þessa rödd svo henni veit að það er bara fann að fá mér. Já. Sko, ég skal segja þér, eftir alla meðferðina mínar og edrúmennskunnar, þá hugsa ég alltaf þegar ég detti að ég get fengið mér smá maður. Já. En eftir 10, 15, 18 skipti, þá hefur maður aldrei tekist það. Nei. Ég samt hugsaði að þetta skipti 17 og ég hugsaði að þetta skipti 18. Já. Þú veist, já, ég get aðeins fengið mér. Þú veist, ég er búinn að hlaupa á hana vegg 18 sinnum, sko. Já. 18 sinnum, sko. Og samt einhvern veginn ekki... Samt alveg jafn öruggur og fyrst þegar ég klúðraði, sko. Já. Þú veist, ef það er ekki, sko, bara, þú veist, beinsönnun þess að þetta sé sjúkdómur, skilur við, þá bara... Já, sem sýnir líka, ok, ég fekk forræði við dóttur minni fyrir að vera ekki í eiturlyfjum. Fagna því að fá forræðinu með því að fara í eiturlyf. Já. Já, góður punktur, drengur. Já. Þú sko, þetta er sjúkt, sko. Já. Algjörlega. Þess að ég var að segja við áðan með, þú veist, foreldra í mitt ástina, sko. Þú veist, að allir foreldrar elska börnin sín en einmitt, þú veist, geta bara gengið út frá þeim og Já, veist, ég elska börnin mín og konuna mín og fjölskyldan mín meira allt saman, sko. Já. En leið ég er búinn að taka ákvörðun að fá mér og ætla að fara að fá mér, þá er mér bara drullu sama. Já. Mér er svo drullu sama. Já. Ekki það að ég sé svona vondur maður, skilur. Nei. En svona er bara, þetta er bara hardcore sjúkdómur, sko.
og það 90% í mér sem segir mér að ég ekki að gera þetta og ég bara að vera heima og það það sem ég vill gera. Já. En þessi 10% segja fuck it, fara að fá það heima. Já. Röltum alveg svona og hugsa að drepa þig í 5 tíma. Já. Góttu svo rennblautur heim hágrennandi. Já. Búin að eða 200 skalli. Já, fallega djammið, sko. Já. En þú veist, þetta það sem tósa sterkara en hitt, sko. Ef maður ekki alltaf að gera eitthvað til að viðhalda þessari edrúmi, sko. Já, sem alltaf mjög mikilvægt að... Já, þú veist, fara á fundi, vera með edrú fólki, þú veist, bara það að hlusta, ég ákvað þetta, þú veist, ég mjög trúaður. Ég var í krossinum í mörg ár. Já. Og þú veist, mér líður, ég finn það á sjálf mér, ef ég hlusta eitthvað svona rólega kristilega tónlist eða detti svona Friðrik Karlsson, þá líður mér bara mikið betur heldur að hafa eitthvað brjála tekno en það fór. Tónlist stjórnar fólki líka, sko. Já. Sko, magnaði við þetta að því að ég bara orðinn það lasinn á kókaíneyslu. Ég orðinn svo úttaugaður, ef ég detti í það, bara fyrir ekki að láta og fyrir bara inn í mig og segja engu frá því. Já. Þú veist, ekki einu svona strákunum sem að ná í efnin hjá. Já. Þú veist, það kannski ringdi í mig bara, hei, kíkta á mig, ég með fullt að fáum okkur gaman. Ég bara, nei, ég edrú. Já. Ég bara segja það fólk, nei, ég edrú, ég bara einn. Já. Þú veist, ég veit ófáða dögunarnir í kjallara heimi á mér. Já. Sýta þar hágrátandi, ég man eftir tímbilinu. Þú veist, áður ég fór í meðferð síðast, þá var ég búinn að vera hérna niðri í einhverja daga, pissandi í flöskur, gúkandi í poka. Já. Satt þar einn með smá ljós á símanum, undir teppið hann enginn sæði mig. Já. Niðri í geymslunni á mér, sko. Já. Ég var einn í íbúðinni, ég hefði getað verið í þessari íbúð. Já. Þetta kannski líka bara eitthvað svona skömm eða eitthvað svona sem að... Nei, þetta bara taugaveiklunin, geðveikin, geðrofið, með ekki að fólk sjá ljós, getur ykkur kíkt inn. Já. Það enginn að fara að kíka niður í geymslur, sko. Já. En svo get ég sitið hér sama dag í edrú og með allt dregið frá, það enginn að fara að koma eða kíkja inn í gluggann hjá mér. En þú hefur náttúrulega farið í geðrof og... Já, ég hef farið í geðrof, sko. Og það bara í kjölfar? Já, það bara eftir neyslu. Þú veist, ég fæ mér, þegar ég byrja að fá mér, þá get ég ekki stoppað fyrir henni í sofna og dett út bara. Já. Þú veist, ég er búinn að reyna það svo oft að hugsa bara, ég ætla bara að fá mér 1 stykki, svo fer ég bara heim. Já. Áður ég veit að þá er ég búinn með 10 og bara ráandi 2 dögum setna eitthvað að spája og hoppa í alveg svona. Já. Bara því lífið ömurlegt. Já. Og ég bara einhvern veginn ánýtjar einhver efni sem ég hata og elska og þú veist, vill ekki fá það inn í líkamann en verð bara einhvern veginn að fá það. Já. Sem bara bilað, sko. Já. Og svo rennur að mér, þú veist, ég einn daginn á mér upp, þú veist, eftir kókaíneyslu þá var maður mjög fljótur að rífa svo lappir, sko. Einn daginn á mér upp og svo fyrir mér líða ógeðslega vel. Svo kemur gleði inn og ég brosi að það er svo ógeðslega gaman að vera til og ég elska börnin mín og að lífið bara æðislegt. Já. Svo ég veit að ég bara dottinn einhvern veginn í það aftur. Já. Og ég veit að þetta fyllir í þá ég farin að missa allt. Já. Ég skal segja gott dæmi, ég var í forvarðarstelu og fekk elstu stelpunum minni til mín, 2010. Bjó með henni og málið var bara að fara að lokast hjá barnavernd. Ég var að fá stóttir minni, ég átti að mæta mánudeginum, ég fór að loka þvaðpröfu og ég edrú og ekkert vesen og svo kom vinur minn til mín og fyrst og sagði, fá okkur aðeins, þú ert að vinna málið og þú ert að fá barnið til þín og ég bara, nei, eða jú, aðeins. Já. Ég hugsaði bara, ok, ég ætla bara að fá mér aðeins, svo ætla ég bara að drekka gett mikið af vatni, pissu svo alla helgina þannig að ég er góður, sko. Já. Og ég var að fyllir í með þriðjudag. Já. Og dóttir minn tekinn, sko. Já. Spáður ógeðslega veikt, ég gæti ekki biðið í 2 daga. Já. Þú veist, við erum að tala um þetta á föstudagur, ég geti gert það sem ég vildi á mánudaginn. Já. Og þetta er bara sjúkdómurinn að... Já, þetta er bara það, þú veist, þetta er ekki það, ég sé svo ömurlegur pabbi, ég var búinn að berjast fyrir barninu mínu 3 ár, sko. Já. Þvílíkt með lögfræði, stríð og geðveiki, sko. Já. En þú ert búinn að fá hann í dag? Já, ég er með hann í dag, hún býr hérna hjá okkur. Já. Hún býr hérna, hún er á 5-leikagangur núna. Ok. Og þið eru með 2 önnur börn? Já, svo hafa við 2 önnur börn. Indínu sem er 3 mánaða, Viktoríu sem er 7 ára, svo á ég Katrínu Birtu sem er 12 ára. Já. Og þú ert búinn að vera með forræði yfir henni þá síðan? Já, ég er búinn að vera með hann alveg núna í 4 ár. Ég misti hann fyrir þessu fyllir í, þá fór hún til systur minnar. Já. Hún var með henni 3 ár með að ég fór til Noregs. Ok. Já, og það var sérst fyrir þetta, eða sérst, já. Já, ég fór eftir þetta til Noregs. Einmitt fór ég meðferð og alltaf bara heldur betur og réttur og að vinna mig í gang, koma heim, koma mér íbúð og... En hvernig er bara að vera fjölskyldufaðir og díla við þetta? Að vera óvirkur, það er sko, þú veist, þetta er oft alveg, þú veist, þetta er náttúrulega bara best í veröldinni, sko. Já. En oft er þetta bara ógeðslega erfitt. Þú veist, ég er að vinna 7:30 til 6 á daginn, kem heim,
veist, ég á frábæra konu sko, hún Sólveigu. Já. Og hún, ég segi það oft sko, hún bara búin að bjarga mér skilur. Já. Að ég hef alltaf sagt það sko, það mjög mikið leita til mín á snappinu frá fólki sem á börnin neyslu og annað og ég segi alltaf gefið því séns, að þegar allir skilji séns. Ég vil til dæmis meina það er bjargað lífi mínu að hafa hana einn en þá og vinna mín sko. Já. Og oft hugsa ég, þú veist, maður að berjast við þetta að reyna að vera edrú og vera edrú og fara að fundi og reyna að hjálpa fólki og með 3 börn og þetta oft ógeðslega erfitt sko. Já. Og þú veist, hvort ég sé eigingjörn eða ekki, ég þarf oft bara að fara út eða þú veist, ég fer bara handboltaleik eða þú veist, fyrir að gera eitthvað, skilur. Að ég hugsa ég geðveikur alla daga. Já. Þú veist, bara, þú veist, vinna 10-11 tíma að koma heim, grænandi börn, læra, En þú veist, ég veit ekki hvort þetta sé að því ég er svo viljasterkur eða hvað þetta er. Ég held að þú veist, á einhverju tímapunkti þá næri maður þessu. Já. Skilur, sumið fari eina meðferð, sumið fari 19. Já. Já, eins og hún sagði í gær, sko, þú veist. Svo allt í henni kemur þetta, þá er þetta búið að safnast inn. Já, þú veist, maður lærir alltaf einhverjar meðferðin. Já. En hvernig þú veist, hafa þær og náttúrulega núna þeir eru búin að vera saman síðan 2010? Þær hafa upplifað margt, sko, í kringum. Þær hafa gert það, sko. Og bæði stelpurnar einar og kona einn? Já, þú veist, ég hef labbað henni út með þær grátandi, sko. Já. Þú veist, bara skýtsam að labba henni brot. Og það er náttúrulega bara... Það er bara þegar ég verði að fá mér, sko. Já. Ég virkur eitthvað og... Þú veist, og svo var ég búinn að vera edrú og gráta þú veist, ég svo eftir þessu og... En þær vita í dag, þær ánægða með mig í dag. Já. Og ég held að myndi ekki vel óska sér neitt annan pappa, sko. Nei. En þannig að þær vita í dag af, þú veist... Já, viti í sjóvorku, sko. Já. Og sérst, vita, sérst, hafið þið sagt þeim frá, þú veist, útskipt sjúkdóminn eða... Já, þessi elsta vita. Maður heldur alltaf enginn viti neitt, sko. En það er viss alveg nákvæmlega, sko, eins og fyrir að þeir var að fyllir í, sko. Já. Þú veist, ég held að enginn vissi það, sko. Það er sálega á mig, ég satt inn í sófanum. Já. Og þú veist, hálfspartísku, sko. Já. Laumaði mér hérna út og gef inn aftur ógeðslega, sko. Já. Svo börn eru ótrúlega fljóta. Klók, sko. Já. Og þú veist, ég fann það alveg í langan tíma eftir, sko. Þá voru þau alveg, sko, basically bara orðin meðvirk með mér, sko. Þú veist, þegar ég var að fara að fundi, þá hringdi elsta dóttir mig kannski, ég er langt að lukka mér heim. Þú veist, tjekka á mig. Já. Þú veist, og ég skynja þetta alveg, sko. Já. Ef hún sér, þú veist, eins og í fyrra þegar ég var að fyllir, hún sá að það var eitthvað í gangi, ég var að fara út og var eitthvað smeyk, þá vildi hún oft bara kíkja með. Já. Þú veist, ég sagði alltaf bara, nei, verður heim, ég er að fara bara einn. Já. Þú veist, börn skynja þetta alveg og mann heldur aldrei að neitt viti neitt, sko. Svo alltaf fyrir meðvirkni alveg. Já, þú veist, börn smitast af meðvirkni. Meðvirkni smitast bara alast upp með fíkli, sko. Já. Þú veist, það er bara svoleiðis. Já. Það sem ég sækist mest í, eða sóttist mest í, það eru margir sem tala um þetta og margir sem tengja þegar ég segi þetta. Þetta hér, að fá mér, er ekki kikkið sem ég sækist í. Þá bara brotnaði ég niður, bara en leið, sko. Já. Kikkið er þegar ég er búinn að taka ákvörðuna, búinn að hringja þig, segja við þig, hei, ég er að koma að ná í 10 grömm. Já. Þú segir, hvað þetta er klukkutíma? Þá kikka ég allur inn, sko. Já. Þá fer ég allur í og þú veist, ég er staðið með að keyra hérna yfir heiðina með dóttur mín í bílnum á 150. Já. Bara seint á kvöldi. Þegar börnin var sofandi, skilur. Já. Sjúklingur með það mikill. Já. Þú veist, það er geðveikt maður stendan tónlist inn í botni, geggja. Já. Legði ég efni í hendina. Fokk, hvað er að gera? Svo fæ ég mér, þá bara fokk, hvað er að gerast? Já. Þú veist, þá kemur bara vanlíðan, sko. Já. Russi er á leiðinni. Þegar ég er búinn að heyra í dílarnum, allt klárt, geggja efni, borga bara þeirri á pening. Já. Þá trillist ég einan, sko. Já. Þú veist, ég er rauninni farin að fá mér áður en ég fæ mér, skilur. Já. Hugmyndin og... Hugmyndin, leiðin, já. Inntakan er ömuleg. Já. Þá bara hellist helvíti í mig. Dóttir mín í bílnum, fokk klukkan 1 á laugardagsmorgni, og hvað er ég að spá? Svo er líka oft talað um það, sko, þeir sem eru fíklar, þeir vilja vera geðveikir og þeir sem eru geðveikir, þeir vilja vera fíklar því að hvorugur vill hafa, þú veist, sko, svo rosalega algengt að sko, fíklar farin á geðdeild sko, áður en þeir farin í meðferð. Já, ég hef oft farið bara inn á geðdeild, sko. Já. Þú veist, hún skutlað mér upp á geðdeild, sko. Og þá bara í geðrofi eða bara fyrir eða hvað? Já, ég til dæmis búinn að skera mig hérna einhvers staðar
Ég held að skorin hérna, ég held að það var í mikrofónin í hendina á mér sko, þá var ég upp á 33 sko. Já. Og stakk ég mig hérna sko. Já. Og hérna, og konan horfði á mig og þá var ég að fara með puttaninn inn sko. Já. Þá var ég að taka diktafón sko. Já, og hérst bara að vera eitthvað hlust á þig? Já, ég með þess að litt tattu að reyða það sko. Já. Þú veist, þá var ég að fóða með puttan inn fyrir skinni sko. Já. Og svo maður sko, en þú veist, já, þú veist, ég held að vera bara að vera að taka mig upp á geðdeild sko. Bara vakandi einhverja daga og var bara að tala mjög almennilega hjúkku sem var að reyna að koma mér inn. Já. Að það oft erfitt að komast inn sko. Já, inn á geðdeild sem sagt. Já. Þú veist, ég hef komið inn þar ógíslegu skilur, en verið vísað frá með, þú veist, jafnvægislíf skilur. Já. Ég man, ég kom eitt sinni upp að gera þetta, það var með svo miklu sýkingu í augunum. Búin að vera á lækni, ég fekk sýkingu ennisólunar og liti upp í auga. Alltaf þegar ég fekk mér þá fekk ég svo mikið gröft og dropaði inn úr augunum gröftur og ég sá ekkert, blindaði og ég skreið bara. Svo svona hálftíma seinna, þá fór verkurinn að minnka. Leið á að minnka þá fekk ég mér aftur og þá vissi ég samt að þetta var að koma sko. Já. Þú veist, geðveikin var það mikil, ég gat ekki hætt. En ég gat bara ekki tekið niður, það var sem einhverja blóðlausar sýkingar í andlitinu. Já. Svo leið á að fór þá fekk ég mér aftur og kom þetta aftur. Já. Sýni bara hvað maður er sjúkur sko. Já. Vinir mínir reyna að stoppa maður öskandi og gargandi á mig sko. Ég verð bara allt annan persónuleiki þegar ég fer á fyllerí. Þú veist, ég ger einhver neitt. Þú veist, jú, ég er búinn að alast upp í þessum heimi og þú veist, fjölskyldan hefur lokað á mig og einu skipti sem var leitatími þá var það að þurft að meiða einhvern sko. Já. Þá var þetta að reiða sig á mig sko. Já. En þú veist, ég er ekki gaur sem meiði eitthvað sko sjálfur, ég er ekki vondi kallinn sko. Þú veist, ég skil aldrei menn sem er einhvern veginn út úr dópaðir niður í miðbæi að berja menn, skilur. Þú veist, þá risti ég bara hausinn sko. Já. Þú veist, ég er ekki þar sko, ég er með svo lítið hjarta sjálfur. Já. Þú veist, ég fæ mig bara að fara að labba inn í kringum alveg svona og hugsa bara stökk út í sko. Þú veist, það er gleðin við þetta í dag. Já. Þú veist, gleðin. Já. En hefur eitthvað tíðan lent í eitthvað svona massífri skuld eða eitthvað svona sem lent í? Já, ég hef lent í hefi skuld sko. Þú veist, þegar maður er virkur fíkill og þetta er að kosta maður kannski svona 150-200.000 á dag, 2-3 milljónir á mánuði, þú veist, þegar ég sé vestur sko. Já. Það er alls ekkert alla mánuði 3 milljónir sko. Og þá fær maður geggjaðan samfæringarkraft sko. Þú veist, ég get labbað til einhvern sölumann sem ekki lánaði honum 100 grama kókaíni upp á 1300 skilur og sagði bara, ég borgi þetta á fösta, það er örugt. Og gæðin trúið mér bara, ef mér langar nógu mikið í efnið, þá bara segja það sem hann vill heyra. Já. Og hann bara kaupir það. Já. Og ég fer ekkert fyrir að fæ efnið. Já. Og ég man eftir eina meðferð sem ég kom út og skuldaði 4,2 milljónir. Og sem í rauninni bjarga mér og hefur alltaf bjargað mér. En þú veist, ég hef kannski aðeins gengið á það að þú veist, allir þessir kallar, þegar maður er búin í svo lengi, þá er þetta bara vinir manns. Já. Þú veist, þetta er allt svona þessir hættulegustu brjálækjar, þetta eru vinir manns. Já. Og maður getur svolítið komið sér langt á því, það er enginn að fara að gera neitt við mann. Nei. Þú veist, ef þú ert reið þá læt ég bara tala við þig og þá bara skuldin bara samið það. Já. Og ef þú ert með eitthvað vesinn þráttur það, þá læt ég bara nulla skuldin. Já. En ég hef komist verst út af því 4,2, þá var ég í 3 ár að borga það niður, þá var ég edrú, þá var ég að vinna í byggingavinnu og borgaði 110.000 á mánuði, bara alltaf, alla mánuði. Það er rosalegur peningur. Já, það er rosalegur peningur, það var ógeðslega, ég fekk að búa mamma og pappa og bjóð þar og ég bara basically vann. Já. Á þeim tíma, þá var maður kannski ekkert á einhvern fleiri 100.000 á mánuði, fór basically bara allt í þú veist, bara í skuldir og svo fór restin í bensin á bílinn til þess að koma mér á aðfundi. Já. Og það magnaði við þetta er það að leið ég borgaði síðasta gjalddagann, þú veist, oft er talað að menn detta í það, þú veist, í haustþunglindinu og allt ömurlegt og grátt og líður illa og dettur í það. Ég er einmitt öfugt við það sko. Ég er gaurinn sem detti í það frekar þegar það er allt geðveikt. Já, ok. Ég borgaði síðasta gjalddagann mánaðamót og ég á dóttir niður 3. Já. 20 senna. Já. Og komin í meðferð 3 mánuði sem það búin að keyra mig í klessu sko. Já. Þú veist, þá skuldaði einhver 1,5 eða 2 eða. Góð meðferð og vinnum við saman að deyja þetta. Þannig að bara leið þú ert einhvern veginn komin á góðan stað þá einhvern veginn. Já, það hefur oft verið þannig. Leið ég komin á mjög góðan stað og allt er bara geggjað eins og þú sér, ég var að safna til þess að fyrir íbúð sko. Já. Þá var ég bara ákveð, ég bara detta í það. Já. Þú veist, hvað er ruglið það? Svo heyrir maður alltaf fólk dettur í það þegar það líður svo illa og myrkur og allt ömurlegt og konan fer frá þeim og eitthvað. Það er bara alls ekki þannig sko. Nei.
Þú veist, ég hugsa oft þegar allt orðið æðislegt, þá hugsa ég bara, heyrðu, á ég ekki skilni bara að fá mér. Telur við trúum að það sé? Já, ég tel mig trúum ég geti laumast, kannski breyskipta að mun aldrei fréttast. Og ég fæ mér þá, spastiskur og komin inn í mig og slekk á símanum og laumast bara eitthvað eitt og bara horfin. Já. Hvað mannstu eftir eitthvað svona algjörlega lowest bara point? Já, það var ekki þegar ég sitja þannig í geymslu eitt, bara pissandi, kúkandi í flöskur og boka. Já. Þú veist, ég hefði ekki verið hér eitt, sko. Já. Þú veist, ég held að það var allir eftir mér og samt leiði mér eins og kallinn, sko. Já. Það var síminn á airplane mode en náði Wi-Fi með svona nóga punkt, sko. Já. Þú veist. En hvað þú veist? Jú, ég á fullt af momentum, skilur. Þú veist, ég á fullt af svona unganverum ógeðslegum momentum, sko. Þú veist, já, þú veist, sem betur fyrir ég ekki kona, skilur. Þú veist, þá hefði ég selt mig alveg grimt, sko. Já. En á ára alveg, já, blessa, veist. Það örugglega algengara held ég í dag heldur en að fólk gerir sig grein fyrir, sko. Já, það gríðar algengt, sko. Já. Það alveg, sko, það allt morandi í þessu, sko. Þetta svakalegt. Já, þetta svakalegt, sko, en ég náttúrulega, sko, þú veist, mér finnst þetta bara eðlilegt, sko. Já. En nú ertu náttúrulega búin að vera að snappa í hvað langan tíma? Verið rúmt ár. Já. Og þú setur söguna þína út, manstu hvenær það var fyrst? Já, í apríl. Já. Maí. Það var í maí. Og þá búin að vera að telja í þig kjarkinn í að... Já, bara margir sem, þú veist, ég var náttúrulega að snappa og fór datt í það. Fór í meðferð í janúar. Þú veist, og þá komum bara með 10.000 manns á Snapchat bara eftir örfá mánuði, sko. Já. Og fór í meðferð og snappa eftir 2 mánuði, þetta útskýra fyrir fólki, sko. Já. Það var hefði erfitt, sko. Já. Þannig að fólk vildi bara fá, þú veist, ég bara ákvað bara að segja fólki hvað var í gangi. Já. Og komið söguna og það var bara einhver sprenging út frá þessari sögu, sko. Þú veist, það bara 21.000 manns eitthvað hlusta á þessa sögu og þú veist, og fólk var bara, já, getur þetta aftur og aftur og ég fekk sko 2-3 skilaboð frá annarkvort örvendingafullum eiginkonum sem er menn í þessum sporum, foreldrum og ég var bara í 2 mánuði öll kvöldin að svara 100-200 skilaboðum. Já. Hvað ég geti á með rennjandi mömmur á símanum og þú veist, það var bara að hjálpa fólki, skilja. Já. Svo var að koma vinabennir og ég sá að koma nýja vinir, strax bara spurningu, hæ, sonur minn þetta. Já. Þú veist, og svo fikk ég líka svo mikið að fallega spurningu, skilaboð frá mömmum, börnin að fór í meðferð. Já. Þú veist, ég þekki konu sem var að vinna á Vogi og hún sagði að það hefði verið helgin eftir söguna mína, vikuna eftir. Það hefði verið mikil aukning í innhringingum, sko. Já. En þannig að það hefur kannski líka hjálpað þér, að þú veist náttúrulega að hjálpa öðrum. Já, það hjálpað mér. Ég hef rosa gaman að því að hjálpa fólki, þú veist, ég er ekki að segja ég sé, þú veist, meðferðarráðgjafa snappari, skilur. Nei, en þú veist, fólk er bara að leita tíma og ég er bara að svara þeim og ég hef bara ógeðslega gaman að því. Þú veist, ég get alltaf bara sagt hvað ég, mína reynslu, skilur. Þú veist, og svo er ég búin að vera að hjálpa svona, þú veist, ef einhver skuldar einhvern þá hringdi mig eitthvað, þekkir þú þennan og ég er búin að ná að stoppa til svona einhverja handdrukkara fyrir einhverja mömmur og þú veist, ég hef alveg gaman að þessu, sko. En þetta er rosalega stór heimurinn á Íslandi, eða ekki? Þetta er hrottafenginn heimur, sko. Þetta er miklu svartar en fólk gerir sig grein fyrir. Ég til dæmis fór að myndunum daginn á mér að falla og ég hef búin að heyra bara hana og hann er bara sjúk og fólk lappa út í hlið. Þú veist, ég veit ekki hvort ég sé svona siðlaus eða svartur. Já. Mér fannst hún bara ekkert sjúk, sko. Já, mér fannst hún alveg svakaleg. Er það? Já, sko, ég er náttúrulega... Mér fannst hún alveg hardcore. Ég er búin að vera á þessu stað, skil. Já. Ég er búin að vera þessi stelpa, skil. Ég hef verið á götunni bara átt hvergi kosta vel að fara inn og verið bara ógeðslegur, skil. Já. Þú veist, og svo er ég búin að vera ógeðisgjörinn líka, skil, sem átti dópið og þú veist, ég var rauninni búin að gera það en ég reyndar ekki sprauta mig, sko. Nei. Og ég skil það er eina prinsipið sem ég hef haldið í, sko. Já. Þú veist, ég segi bara alltaf sprautufíklar nískupúkar, skiljum. En það er eftir oft sagt að þetta sé svona, að þetta er rosalega oft, sko, svona... Já, sprautufíklar er ekkert veikara fólk en aðrir, sko. Nei, en þetta er rosalega oft svona það sem, svona ákvörðun sem fólk tekur, þú veist. Ég er ekki dópist ef ég er ekki að sprauta mig, sko. Já, þú veist, þetta er oft svolítið svolítið, sko. Og svo þegar ég er orðinn verri, sko, þú veist, þá hef ég staðið maður verið í partíi með sprautufíklum, sko, þegar ég er búinn að mála búinn í horn alls staðar. Já. Þú veist, þá hef ég einhvern veginn bara dottið í eitthvað partí með einhverjum svona sprautu. Já.
Þú veist, og verið þar eitthvað, ég veist þessi stópastu auðmingin, þú veist, sprautaði auðlegin. Þú veist, það reyna eitthvað að bjarga mínu stolti, skilju. Og ég var eitthvað bara ennþá veikar en þessi sprautufíkil, sko. Bara í einhverjum kippum, blána sér og ógeðslegu, sko. Þú veist, bara því að, þú veist, maður bara að reyna að hífa upp stoltið sitt allstaðar. Þú veist, maður reynir alltaf að benda á hann, eða þig, þú ert miklu verið ég. Þú veist, þú barðið pappa þinn, einu sinni, þú veist. Maður reynir alltaf að finna einhvern veikari, sko. Það eru bestu vinnir manns þegar maður á botninu sjálfur að finna einhvern sem alveg í ræsinu, sko. Þá getur maður verið flotti kallinn, sko. En þú veist, hjá mér undir lokinn get ég aldrei fundin sem verri ég einhvern veginn. Ég bara alltaf svona verst eitthvað. Þú veist, þá bara ég bara einn þar á sko. Þetta Ég margótt búinn að sitja á Ölfusbakka brúnna, sko. Þú veist, ég sjálfur í Börgunarsund og veit hvernig að leita í þessu rá, sko. Það helvíti, sko. Og ég hef oft sittið hérna bara stakk fyrir degi í dripið mikið bara. Það elskar mig enginn. Ég er búinn að skýta á mig, þú veist, kannski búinn að missa vinnuna. En þú veist, það sem ég að bjarga mér það, ég hef alltaf fengið séns. Þú veist, ég hef ekki hætt að reyna, ég hef alltaf haldið áfram. Ég hef aldrei gefist upp. Bara ég fer aftur með þér. Þú veist, ég ætla aftur með þér, ég ætla ekki að gefast upp, ég er ekki hættur að reyna. Þú veist. Og það er náttúrulega bara sem skiptir máli, eins og þú segir, sumir fara einu sinni og aðrir fara 19 sinnum eða... Já, þú veist. Ég þykki mann sem er búinn að fara 33 ára, búinn að eitthvað núna í 4 ár, sko. Eða 5 ára. Svo er þetta náttúrulega sjúkdómur sem þú þarfst að vinna með alla ævi, sko. Þú losnar ekki við þetta. Já, þetta er bara svo krabbameins. Þú veist, ef þú ert krabbað, þú getur fengið bakslag. Nú er það glatt brjálað út ykkur líka eins og við krabbamein. Þetta er ekki sama. En þú veist, þetta er bara sjúkdómur, skilur. Þú veist, það er enginn sem hraunar yfir þig að þú ert komin í bati í krabbamein og fellur svo í því, skilur. Þarftu að vera aftur í lyfjameðferð. Bara helvítis krabbameins víkilliðin. Af hverju ertu að vera í þessa meðferð, hún virkar ekki. Þú veist, maður fer áfram, maður reynir að, þú veist, halda í lífsreipið, skilur. Ekki gefast upp. Nei. En hvað myndir þú veist, hvað er svona, það getur litið baka og bara, þú veist, ráðlagt sjálf með þér eða bara, þú veist, eins og öðru ungu fólki í dag? Sko, nú skal ég segja, heiðarlegt svar við því er, ef ég hitti ungan einstakling sem var að spája að fara að fá sér og ég segi eitthvað við einstaklinginn, þá er hann ekkert að fara að hætta að fara að fá sér, sko. Nei. Þú veist, þetta er mín reynsla og ég veit að þetta er sönn reynsla. Þú veist, ég hef svo oft talað við, þú veist, bara í þessum edrú ferli mínu, skil, ég er búinn að fara með 100 fundi upp á Vogi og Lækjargötu út á Krýsuvík, hingað og þangað og ég tala við fólk sem er að bara spája að fara að detta í það. Og maður tala við það og hei, hvernig varstu fyrir ári síðan? Þú varst búinn að missa allt og reyndir að drepa þig og já, en ekki núna, skil. Forvarnir fyrir ungt fólk. Ég held sko að það virki bara að reyna að halda börnunum sínum sem mest nálægt foreldrarnum sínum og heilbrigðu lífi. Þú veist, foreldrarnir saman með börnum. Ég held að virki ekki, þessi mynd gæti virkað sem ég fór á, sko, gæti verið hefi forvörð, sko, meðan þú ert að horfa á hana, þá ertu bara, vá. Svo helgir og eftir þá var einhvern veginn, held ég svolítið að fólk bara gleymi því. Þú veist, komið með vinkonunum og vinkona er rétt eða Jónu, þú veist, nei, ég horfði á mér að falla, nei, ég vil ekki, ég ætla ekki að vera svo magnaða. Ég held að þetta sé svolítið svolítið, sko. Það þarf að vera þinn eigin ákvörðun. Já, reynslan mín sýnir það svolítið að, nei, ég held að forvarnir sé ekki að virka 100%. En ég er ekki að segja að forvarnir séu glataðar og þú er ekki að nota forvarn. Alls ekki, sko. En hún er kannski þá frekar fyrir foreldrana. Ég fór að fullt af forvarnarfræðslum í skólanum og allt, sko. Þú veist, ég byrjaði ekki að hassa og var bara forveikur kókainfíkill. Þú veist, af hverju hlustaði ég ekki á, þú veist, Marita hérna í gamla daga. Þú veist, þeir sögðu mér þetta allt, sko. Það var einmitt einn sem ég talaði við, sko, hefur skrifað söguna hennar að hún sagði, sko, þegar hún fór á hana forvörnina í skólanum, ég myndi þetta Marita, þá hugsaði hún, sko, wow, þetta er eitthvað sem ég ætla að gera. Já. Hún har aldrei spáð í áður. Ég er svona einmitt líka, ég geti fengið góða hugmynd úr þessu, sko. Ég man ekki hvort ég að fengja hann í gamla daga, sko, en allt sem á ekki finnst mér geðveikt spennandi. Allt sem er óhægilegt finnst mér mjög spennandi, sko. Þú veist, ef ég get hagnast á einhver óhægilega þá er það mjög góð hugmynd, sko. Hagnast hratt og mikið, það er á semigráðu svæði, já, okkur ekki. Þú veist, svona er ég búinn, skilur við. Þetta er mjög algengt með... Og þetta er ekkert, ég er ekkert einn Íslendingur sem er svona, sko. Nei, og þetta er líka mjög algengt með sko, fíkla og alkoholista einmitt að svona snögg... Já, svona skjótfengingar á því. Já. Svona kyllibóð. Þú veist, ég er búinn að vera svo oft edrú og þú veist, svo ég veit að ég fann bara að flytja inn eiturlyf, skilur við.
Bara að ná mér í pening hratt og fæ pening hratt. Og kall, fullt af pening, lúka vel, allt 100%, flúraður og fín. Já. Það fáum okkur aðeins. Já. Og ganga svo vel. Svo náttúrulega fer allt, þetta fettar allt sjálfsig. Leðum að fæ sér, þá kemur bara Mikado, skilur. Það hrýnur þetta. Myndirðu segja að það var eitthvað svona trigger eitthvað sem þú getur fattað? Annarkvort bæði fyrir foreldra hjá börnunum þeirra eða bara fyrir einstaklingin sjálfan, skilur, eitthvað svona... Þess að sjá hvort þú sért fíkil? Já, þú veist, eitthvað svona sem þú getur bara vitað, eða þú veist... Ég held sko að ef þú ert að nota til dæmis eiturlyf á virkum dögum, þá ertu að gera eitthvað sem er mjög óeðlilegt. Já. Sem segir þú eigir hugsanlega við einhver aðeins vandamál að stríða, sko. Hvort þú sért fíkil eða komin til þess að vera fíkil, veit ég ekki, sko. Nei. En ég hef oft notað, sko, fólk hefur spurt með þessu. Bara, hei, ég er að spá hvort ég sé alkoholisti, ég er að drekka svona mikið. Þú veist, ef þú drekkur kannski 2 í viku og heitir því að drekka ekki 2 vikur. En svo áður þú veist af, nærðu ekki að halda út 2 vikum, sko. Já. Það áttu hugsanlega við eitthvað vandamál að stríða. Já. Ég vil meina að það sé svolítið svoleiðis, sko. En hvernig, þú veist, myndirðu segja fyrir foreldra að, þú veist, til dæmis með ung börn og eitthvað sem eða grunar kannski eitthvað, myndirðu eitthvað neginn? Ég bara enda með það blöð. Já. Bara hygglust. Já. Þú veist, ég held að sé síðast sem krakkar segja við foreldra sína að þú kemur til mín og ég er svona og þú segir einu varst að reykja hass. Nei, mamma, hvað er að þér eiginlega? Já. Þú veist, þú vilt alltaf ekki trúa því upp á barnið þitt að reykja hass. Barnið þitt er best, skilur. Ég held að börn fara ekki að segja, já, ég var ekki hass. Já. Þú veist, finnst það ólíklegt, sko. Já. Finnst það mjög ólíklegt. Svo sérst þetta oft bara í hegðun. Íþróttum að byrja að minnka áhuginn á íþróttum. Já. Þú veist, kannski hættir að sér útreyslutíma. Já. Þú veist, ég held að þetta sé svolítið svoleið, sko. Já. Heimalærdómur er ömurlegur. Já. Þú sjáir svolítið ferli. Svona breyting í hegðun. Já, þú veist, það er engin unglingur sem byrjar að nota eiturlyf í sama munstru að hann var 2 árum áður að hann fór að nota eiturlyf. Já. Það er margt sem breytist á þessum tíma, sko. Það er mjög margt sem breytist, sko. En þú veist, skapgerðar, svona... Ég er svo heppinn, sko. Ég hef aldrei verið að berjast við ofsaskap, sko. Nei. Bara aldrei, sko. Nei. Þú veist, kókain fyrir ekki í mig og ég verð eitthvað bara, þú ert útökur. Já, það er oft talað kókain sem það þú veist, ég hef verið að móka í rassinn á með sterum og verið á kókain í samtíma, sko. Já. Ég finn aldrei fyrir einhverju ofsakasti, sko. Nei. Ég hef mér svo gott jafnægi, sko. Já. Þú veist, ég er bara svo rosalega veikur á taugum, sko. Já. Þetta er ekki að virka fyrir mig eins og þetta var að virka áður fyrir, sko. Já. Ég fæ mér ekkert að fara austur á flöskubor með einhverjum skísum bara geggjað maður til lítu samanlí. Ég bara myndi aldrei gera það. Já. Ég myndi aldrei fá mér að fara niður í miðbæ. Ég fer bara niður í geymslu eða rölti hérna hverfið. Bara einn í myrkru og fer mig. Ef ég sé bíl, hendi ég mér niður í jarðuna. Þótt enginn sé að ég ekki von á neinum, sko. Þá hendi ég mér samt niður. Og fer að ímynda mér bara að sé að vera að leita mér. Held ég bara að kærastinn minn sé búinn að senda vinkonu sinni aldrei á bílum og þær eru búin að skipta bíla. Já. Fyrir svona taugaveiklunar eitthvað. Já, þú veist, það er gras hérna niðri, þú veist, ég hef oft ósjaldan legið hér og horft hérna upp, sko. Já. Hvort ég hef farið að koma heim, sko. Já. Þú veist, þá er hún kannski ekki heima eða eitthvað. Já. Þá held ég að sé bílar út allt að leita mér, sko. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ekkert sem fólk nennir, sko. Nei. En samt gerir maður þetta, sko. Já. Það er það rosalega. Já. Þrátt fyrir að vita allt ruglið. Minn stærsti draumur bara í heiminum er eignast íbúð. Já. Bara, mér langar ekkert meira. Já. Svo hefði ég til þess að vera komin peningana. Farið. Íbúðu farið. Já. 2 mánaðar, þú veist, tungliti, skemmtun í kompinu eða eitthvað. Já. Það var alltaf hérna 70 kilometra. Já. Þú veist, draumur er farinn. Já. Búinn að dreifa mig til 10 ár, sko. Sem sýnir mann það að, þú veist, að berjast við fíknefnan djöful, þetta er ekkert eins og að berjast við einhverja flensu eða kvef, sko. Þetta er brjálæði, sko. Ég hef aldrei drukkið og ég fæ aldrei hugmynd í bjór, sko.
margir óvirkir fíklar segja bara, þú veist, já, ég fæ bara pæling að fá mér bara bjór, sko. Og ég fór að fá mér bjór og það leiddi í annað. Ég kannski eitthvað 3 ár, þú bara fyrir að móka í kókaín, sko. Mér langar ekki neitt annað, sko. Bara eina sem á... Já, og þú veist, og ég hugsa oft, skilur bara, ég hugsa að fæða oft þessa hugmynd, ætli ég geti drukkið bara bjór. Ég hef aldrei smakkað, þú veist, ég smakka bjór, skilur. Já. Ég hef aldrei setist niður og drukkið 2-3 bjór á einu kvöldi. Já. Ég hugsa oft bara, víst, ég er svona hefja eiturlega fíkill, skilur, og hef aldrei smakkað vín. Ætli ég geti bara fengið mér 2 bjór að vera í siðmenningunni. Já. Þú veist, ég hef oft pælt í þessu. Já. En þú veist, og á leiðunum þegar ég er að fara að falla, hef ég oft pælt í líka bara að prófa það. Sjá hvort ég geti ekki bara drukkið aðeins. Svo bara gleymi ég því þegar hugsunin í kókaín er sterk, sko. Já. Þá tvær stellur, ekki séns. Já. Þú veist, fæði þessa hugmynd, sko. Já. En því með ekki sitta ykkur hugmynd úr hausnum að fara að smakka bjór. Nei, þú veist, skilja, svona er þetta. Ég hef aldrei fallið á bjór, sko. Nei, það er bara kókaín var bara... Já, þú veist, það var bara eitthvað sem ég elskaði og hataði, skilju. Verða að fá það, en hata að fá það. Já. Það er svolítið góð lýsing á þessu efni, sko. Hvernig er að vera svona stór snappari á Íslandi í dag? Og hvernig, af hverju og hvernig byrjaði þetta? Sko, þetta byrjaði bara, nú þegar ég hjálpar að Sola. Sola, hvernig byrjaði snappið? Var ekki út á Spáni? Var ekki á Spáni? Nei, Brighton. Ég fór til Spánar einhvern tíma með vinnunni. Já. Ég er rosa flippari, sko. Ég hef hrikalega gaman að flippa, sko. Já. Ég var til að labba með þeirra á Narböksnu niður götunum. Ég var alveg samanskilur. Mér finnst gaman að fíblast, sko. Já. Þannig að þetta byrjaði bara á einhverja Narböksnu og rölti á mér eitthvað á Spáni eitthvað að fíblast og ruggli einhvern tænisku nuddurum og eitthvað. Já. Og þá fór alltaf að fá fólk og allir bara, hvernig var að vera snappari maður? Mér fannst, ég hef búin að fylgjast með snappurum, ég hef voða gaman að gæja, sko. Já. Þú veist, og hérna var búin að vera að fylgjast með einhverjum öðru snöppurum sem voru bara handónýttir, sko. Já. Og svona glamour shit. Já. Og þú veist, þeir sem eru með á snappinu vita það, ég segi hlutina nákvæmlega eins og þeir eru og ég segi það sem fólk þarf að heyra en vill ekki heyra. Já. Og svona uppstíla eitthvað svona, þú veist, nú hann að koma viðtalið, þannig að hann væri 17, hann væri skert, ég hef ógeðs þetta drasli. Já. Þannig ég hugsaði bara, ég opna bara snapp og ég segi bara hlutina eins og þeir eru. Það vantar eitthvað svolítið sér. Já. Og ég gerði það bara. Og byrjaði að skutla, þú veist, þetta kom í svona skorpum, sko. Þú veist, ég er búinn að gera fullt, ég er búinn að fara mikill útlandafíblaðist, ég er búinn að fara með vin minn og Geðdel sem var veikur drykkjusjúklingur á snappinu og ég er búinn að fara að tatúera á með rassinn og ég er búinn að fæða á snappinu og ég er búinn að... Já, þú fætti nú ekki. Já, frúin og ég er búinn að skýra snappi, ég er búinn að fara í vax og ég er núna að fara í listflugbragðum og ég er búinn að gera bara endalaust á snappinu. Og það er alltaf svona sprengingar, sko. En samt er meðalaldurum minn, ég er með 80.000 fylgjendur per dag, en meðalaldurum minn er svona 40 konur. Jaha. Ég er með 63% konur, 37% menn. En hérna, ég held bara að konur séu meira ásnætt. Já, ég held það líka. Ég er samt með 10 strákar, skilur, eða 8 strákar sem er alveg haugur, sko. Já. En ég er bara með svo mikið af konum, sko. Já. Þú veist, og hérna, já, mér finnst þetta bara gaman, skilur. Hvort þetta sé athyglisríkt eða ekki, þá, og þú veist, með hana undirtökur eru svona geðveikt miklar og vinsældirnar eru kannski svona miklar, þá er gaman að þessu. Leið þetta dettur niður, þá kannski bara hætti ég að setja. Ef ég vakna þetta en hugsa bara, nei, þetta er ógeðslegt, þá er ég bara hættur. Já, þetta er eitthvað sem verður að pína þig áfram í að halda. Já, þetta er ekki, já, ég myndi aldrei fara að gera það. Nei, skemmtilegt að meðan á þessu stendur. Og hérna, já, þannig að þú ert alveg bara nánast 20.000 manns að fylgjast með þér á hverjum degi og... Já, það er nefnilega, sko, ég var eitthvað, við varum að tala um þetta í vinnunni, sko. Það er hrikalega mikið, sko. Já. Þú veist, ef maður horfir á, þú veist, ef ég hendi góðan daginn, þú veist, þá sjá 20.000 og það er svolítið tala, sko. Já. Og hérna, og þú veist, ég er ekkert háðinn einum á þessu snappi, jú, ég er í samstarfi með fyrirtækjum og, þú veist, ef ég myndi hætta að snappa, þá er ekkert mál fyrir mig að hætta. Já. Þú veist, ég er ekkert skuldbundinn einum. En ertu ekkert að lenda í því að fólk sé að stoppa það í bónus og... Jú, við erum að lenda mjög mikið í því, sko. Brosir hún, við erum alveg að lenda hrikalega í hey, maður var mynd með þér eða... Já. Má ég halda barninu einu, hafi ekki fengið það? Við erum búin að fá ófáa sem vilja koma hérna, sko. Já. En þú veist, jú, ég lenda alveg í hey, viltu koma í partí til okkar og þú veist, selfie og þú veist, jú, ógeðslega mikið. Já. Það verður ofta alveg þreytt, sko. Já. Við fórum með það stokksir út af einhverja hátíð og við varum með hetta allir tíman, sko. Já. Þetta var alveg mikið, sko. Já.
Náttúrulega kannski þá líka mikið hérna fylgst með hér á landinu, Ég samt líka bara Reykjavík, endan, sko. Ég má ekki vera smáralindað í kringluna, bara Shabalolo, mynd, sælir, selfie. Frasarnir. Já, þú veist. Ég sá bara hvað þetta var mikil áhrifavaldur, sko, þegar að, þú veist, maður notar alltaf svona orðið eitthvað sælir, þú veist. Það var bara komið um allt, svo var ég að tala þetta eitt föstudaginn að ég ætlaði að finna nýja frasa. Ég ætlaði að fara að segja Shabalolo. Bara einhvað, skilur. Bara viku var þetta að koma út um allt. Bara allir, þú veist, bara 50 konur, Shabalolo, bara í búðum og, þú veist, og einhver kona heyrði þetta á Spáni og einn í Kaupmannahöfn og, þú veist, bara hvað þetta er, þá sá ég bara hvað þetta er massíft. Snapchat er máttugt, sko. Og að geta hjálpa fólki með svona neyslu og annað er bara geðveikt, skilur. Og ég hef ógeðslega gaman að því. Ég er ekki einhver svona snobbari sem er loka og fólk getur sett með skilaboð, sko. Ég bara tala af alla. Ég hef ógeðslega gaman að því. Og þú veist, ég hef alveg lent líka í ógeði þarna, sko. Þú veist, til dæmis þegar við skýrum stelpun okkar þá fengum við alveg ljót skilaboð bara, hvað var það, svona. Þegar við skýrðum Indíönu, sko, þá fekk ég skilaboð okkar að konu bara eitthvað. Ég hef bara mikla virðingu fyrir að þú veist minn upphæðu snappar en ég mista alla virðingu fyrir því að skýra þetta fallega barn Indíana sem er hræðilegt nafn. Þú veist, ég er svo brynjar og siðlaus og rugglaður, sko, mér var eiginlega alveg sama. Hún tók þetta svolítið inn á sig, sko. Þú veist, ég fæli mikið drull á Snapchat, sko. Og mér er bara svo sama, sko. Vá, hvað það er svona spes. Mér fannst þetta alveg ljótt, sko. En það er einhver lopapeysu Crocs fél og kettling sem vil hrauna mig á Snapchat. Það tekið bara þennan, skilur. Mér er alveg sama. Já, bara gerum það. Þú veist, ég sé ekkert hver þetta er. Nei. Og ég er ekkert að gráta það, sko. En fólk gefur sér svona skotleyfi á opinbera persónur, það er bara... Já, ég finn alveg fyrir því, sko. Ef ég segi eitthvað, þú veist, við ætlum að hafa pilsur í matinn, koma 100 manns, maður segir pulsur, farðu nú eitthvað að skemma íslenskuna með einhvern slettum. Þú veist, ég er alveg að díla við þetta. En sko, það sem ég hræðist með, sko, eftir alla þessa kókaíneyslu, þá er ég orðinn svo semi-siðlaus, sko. Eins og ég sagði ráði, ég er búinn að missa 100 vina mína á neyslu. Ég var að tella við það núna vel yfir 100 manns. Þá meina ég svona góða félaga, skilur, sem ég myndi heilsa og spjalla á Facebook og svona. Ég var búinn að missa fleiri 100 ef ég tala svona kunningjar sem ég verið með í meðferð. Ég var búinn að brynja mig svo upp, skilur. Þú veist, það þarf svo mikið að gerast þannig að ég er bara svona niður, sko. Ég held nefnilega í þessu lífverði en þá brynjast maður upp og fær brynjur, sko. Þú veist, og ef eitthvað raunar heima snabbt, þá er ég ekki að brotna niður, sko. Ég screenshot það bara hendi í story. Svo hef ég oft ekki heitar umræði, sko. Ég hef mikið talað gervi öryrkja. Það var búið að rauna vel yfir mig þar, sko. Vel, sko. Já, þú tókst eitthvað tímann hérna atvinnulaust, hérna... Já, þú sást það nú. Ég sá það. Það voru ófáður sem sendið mér skilabóð hvað ég væri að vinna, hvernig ég væri ekki bara á bótum bara, eða bara með rekstur. Það var alveg, ég fekk alveg, litla rugl yfir mig, sko. Og allt bara lið bara sem var bara á bótum og vinna svart, sko. Þannig að, þú veist, maður tekur heitar umræður, en það er gaman. Ég held að það hjálpa mig mest á þessu snappi, að vera bara ég sjálfur. Segja bara hlutina eins og þær eru. Já, algjörlega. Þú veist, ég er ekki með mikið að feministum á Snapchat, það eru búin að henda mér allar út. Gáðust upp eftir viku. Já, ég er alveg búin að hrauna vel þar, sko. En hérna, já, þetta er æðislegt, sko. Ég gæti ekki verið á betri stað held ég í dag, nema ef ég ætti íbúð. Mér langar íbúð. Og nú kemur hún skal koma. Nú kemur hún. Nú er það bara næsta markmið. Síkretan út í heiminn, sem við sagt. Já, bara búmerang, nú kemur hún, sko. Og þetta er að minn. Og þetta er nýjasta. Þetta er nýjasta. Lilla 3 mánaða með allt hár. Þessi var fædd á snappinu. Ég postaði því live á snappi og það var bara 20 eða verið 30.000 í það heila sem sá að hann að koma. Já. Ég sá það nú. Já. Ég minn eini. Þú er sjónvarpssjúklingur. Hún situr svona öll kvöld á okkur og horfir á sjónvarp og bara starinn, það bara kemst ekkert annað að, sko.